Hann ennþá hjá mér hérna í settinu Þráinn. Við vorum að tala Dinerinn og svo nýja opnunin á Glóð líka. Þú færð þessar hugmyndir en síðan ferðu og sækir innblástur. Mér langar til þess að heyra hvernig þú gerir það, þessi ferðalög. Þú ferð út til þess að finna hugmyndir og bæta ofan á. Já, það bara í öllu sem ég geri. Ég fæ hugmynd og síðan hugsa ég með mér náttúrulega að því ég þarf að taka þetta alla leið. Eins og ég gerði með Dinerinn. Ég þarf að taka þetta alla leið. Og þetta hann með hótelin líka. Ég hef farið út allt og kynnt mér hótelrekstur og hvernig þjónustulega séð og það sem þetta verður að bjóða. Sko, nú má segja að ef tölum við nýja stað núna, að þá var það þannig að ég vildi fylgja eftir þessu konsepti sem að staðurinn átti að skera upphaflega. En eins og ég sagði áðan, þá gerðist ákveðnir hlutir í upphafi sem verður þess að við fórum aðra leið og það bara eins og við fengum mjög flotta stráka sem matreiðslumenn erlendis frá, Íslending og útlending sem par sem komið hérna, mjög klárir og það ákváðum að breyta konseptinu. Það virkaði ekki. Það var bara, menn voru ekki kannski alveg tilbúni fyrir þennan markað, það er að segja hérna heima, að því þann jú sá sem stjórnar svolítið, það er náttúrulega heimamarkaðurinn sem ég sagði áðan. En núna erum við að fara aftur í þetta gamla konsept og við erum búin að taka og breyta hérna tölvöld mikið hérna innan hús og það er komin hérna rúmlega 3 tonna eldofn frá Ítalíu, svona sem menn kalla pizzaofn og eðlilega munum við vera með það að hluta til inn í ofninum en við ætlum að líka nota hann í svolítið annað. Og síðan verður þetta opið eldhús og þarna verður byggt á kannski 3 skiptum matseli, eða ef við segja, við ætlum að sækja svona dálítið mikið í Miðjarðarhafslöndin, Ítalíu og Norður-Afríku og Spán. Já. Og síðan ætlum við að fara til Miðausturlanda líka og þá erum við komin kannski að því að við ætlum að leggja svolítið mikið á víkan eða grænmetisfæði sem náttúrulega að verða alltaf stærri og stærri þáttur í veitingarekstur í dag á Íslandi og við hefum kannski ekki alveg staðið okkur nógu vel í því, kannski sérstaklega hérna út á landi. Markaðurinn hefur kannski eðlilega heldur ekki alveg verið að bjóða upp á það. Þetta er aukast mjög mikið og þú kemst ekki upp með það að vera með eitthvað hálfkátt, þú verður bara að taka það alla leið líka. Þannig að ég fór til Ísrael, var að koma þaðan, Ísrael og Istanbul í Tyrklandi og svo fór ég til Beirut í Líbanon og Beirut í Líbanon er náttúrulega svona kannski, þetta var svona líka tikka í boxi fyrir mig því að þetta er svona hjarta matarmenningu gömlu Persíu sko og þarna sprottur til dæmis allur tyrkneski maturinn og allur matur á þessu svæði sem við köllum svona arabísku matur, hann alveg komin allur á þessu svæði og af þessu svæði og Beirut hefur verið svona mekka þessara matarmenningar. En yfirleitt það er náttúrulega nýbúið að vera stríð í áratugi þarna og ekki nokkuð leið að það fara þangað, en núna er það hægt, glæsileg borg, stórglæsileg, eins og fallegast á öllu þessu svæði, ofsalega skemmtilegt fólk og gott og maturinn alveg yndislegur. Og þarna var ég að kynna mér sem sagt grænmetis, notkun á grænmeti í meiri mæli, ég þekki þetta, ég bjó á þessu svæði fyrir hartnær 30 ára síðan og þannig ég var með þetta alveg í kollinum en þurfti svona aðeins að fá smá upprýðun og kíkja betra á þetta og hvað þið voru að gera í dag og einmitt líka hvernig þeir eru búin að taka þessa matarmenningu og kannski færa hana til nútíma svolítið án þess að hún tapi þeim sínu sérkenni sko. Við mögum heldur ekki sko fara þannig með okkar matarmenningu eins og ég var að segja allir hinn þátturinn í matselun þarna er svo gamli góði íslenski maturinn sem við ætlum að leggja svolítið áherslu á. Ég er búin að liggja núna í gömlu matreiðslubókum. Við mögum passa okkur að því að glata þó við færum að til nútímans þá mögum við passa okkur að hann glati ekki sérkennar sínum, skiljum við. Við erum að tala bæði blöndu á því að þú ert að koma með matarbenningu annars staðar frá og hvernig þeir gera úr sínum gömlu matarhefðum en líka við séum að gera þetta við okkar eigin mat. Sko við munum gera greinarmuninn því að færa hlutina kannski til nútímans og kannski fusion. Það sem þú blandar saman menningu, það er að segja matarmenningu. Það er að segja, þú tekur kannski í gamla íslenska matarmenningu og ferð að nota hann sko kannski Asíulöndin sko og taka það er fusion, þá ertu fann að svona færa að reyfa þetta saman en þú getur tekið kannski íslenska matarmenningu, gamla þessar forníslensku matarmenningu og tekið hana kannski og fært hana til nútímans án þess að fara svona ofsala crossover sko, þá er ég að tala þú reynir að láta hana halda eiginleikum sínum en bragðið, útlitið og meðferðin er gerð á nútímalegri hátt
og eðlilega við erum ekki bættar með því að bjóða upp á, já eins og þú setur ekki þverskorna ísu í dag með því að gera það eins og var gert þegar ég var krakki. Vegna þess að einfallega það fólk myndi ekki, kannski myndi einhverju kaupa þetta, en þeir eru ekki mjög ánægðir með hana. Nei. Þannig að þú verður að hugsa konseptum nýtt, en hún má heldur ekki glata því sem að hún var. Já. Við þurfum að færa þetta til nútíma sem við verðum að muna hvaðan þetta kemur allt saman. Og þetta er að gerast alls staðar og þarna þegar ég fór þarna niður til Beirút og þann, þá var ég líka að skoða hvað þeir eru búin að vera að gera við þessa baun- og grænmetisrétti. Og þeir eru búin að vera að færa þetta, en þeir hafa samt gætt þess að vera ekki að menga þetta. Já. Og þetta er alveg hægt. Við höfum stundum verið að tala um það að íslensk matamenning er svo brútal eða gróf eða forneskjuleg að hún sé ekki hægt að bjóða hann útlendingum. Það er alveg rétt, en ef við gerum þetta og förum vel með það að færa þetta til dagsins í dag, þá er þetta alveg hægt og þetta er áhugavert og þetta er menningararfur sem við megum ekki glata og eigum að fara að pússa rykja vegna þess að þetta er það sem útlendingum vilja borða. Akkúrat. Útlendingum kom ekki hingað bara til að borða lambakjöt. Lambakjöt getur við fengið hvar sem er heiminum og þú veist, þeir getur ekki verið að borða lambakjöt hver einasta mál sko. Þú og sumir vilja halda það að ég er bara helst að borða lambakjöt, það er ekki þannig. Sumar þjóðir meira að borða ekki lambakjöt. En ef þú tekur þetta og færir þetta til nútímans, þá er það hægt. Ég er klár á því. Í dag er verið að tala um afríska eldhúsi, það er að segja ekki Norður-Afríku sem er náttúrulega vel þekkt, heldur við erum að tala um Mið-Afríku eldhúsið. Og ef það er okkar er brútlega, hvað er það þá? Og þeir eru búin að takast að gera þetta og við höfum getað þetta alveg gert þetta líka. Og þetta er það sem ég ætla að fara að gera þarna, þá sem ég veit, við ætlum að fara einmitt þessa vegferð, við ætlum að fara að reyna þetta, við hrúum ekki inn fullt af réttum, einhvern gömur réttum, það verður ekki þannig, þessi rétti verða inn á milli, við kynnum þetta upp fyrir fólki og svo verður þetta bara svolítið tilrauna eldhús líka. Akkurat. Við erum alveg konur á flug, tíminn fljótur að líða frá okkur á þessu flugi. Hvenær sjáum við þennan nýja stað opna upp á nýtt? Dagsetningin opnun er afmælisdag dóttur minnar 12. apríl, en hvort ég stend við það, ég veit það ekki, það verður bara komið í ljós. Jú, ég held það. Já. Þetta verður klárlega mjög spennandi og mikið í þetta rækt. Já, ég vona það. Já. Takk hérlega fyrir spjallið, Þráinn.